Þá hefst fyrsti þátturinn í seríunni Óvissuferð í Eyjafirði. Í þáttunum ætlum við að kynna okkur vetrarferðaþjónustu í Eyjafirði, auk þess að þáttakendur taka þátt í fjölbreyttri keppni sín á milli. Í lokin krýnum við síðan óvissuferðameistara þáttarins. Í hverjum þætti verða 3 tveggjamanna lið og þegar þau leggja stað á vit ævintýranna vita þau mest lítið hvað bíður þeirra. Við hittum fyrsta hópinn eldsnemma á morguns í miðbæ Akureyrar á gistiheimilinu Akureyri Backpackers. Leið og hópurinn hittist í fyrsta sinn, þá small hann saman og hlátursköllin sem áttu eftir að einkenna ferðina ómuðu hreinlega allt gistiheimilið. En það var ekki eftir neina að bíða og hópnum var smalað upp í skíðarútuna sem var mætt að sækja okkur og leiðin lá upp í Hlíðarfjall. Keppni ferðarinnar tvískipt. Annars vegar þraut á hverjum stað sem kynnt sérstaklega og hins vegar bónustigakeppni. Í bónustigakeppninni þurftu allir að vera með myndavél, nú eða myndavél að síma og festa á filmu ýmislegt. Til dæmis að ná mynd með Jóni, mata aðra mannesku og Grettu mynd, svo eitthvað sé nefnt. Og ég held að sé óhætt að segja að bónustigin komu liðunum í opna skjöldu. En þið augljóslega þurfið ekki að gera neitt sem þið ekki viljið, en þetta eru bónustigin og þið eru með myndavél, þannig að þið takið annarkvort á símann eða myndavél. En þið takið eftir hérna, stendur alltaf aukastig í boði fyrir frumleika, og almenn skemmtilegheit. Lið 1 má segja að sé hlédræga liðið, en það skipa samstarfsfélagar á sambýli og vinkonur, en á þeim 25 ára aldursmunur. Ég heiti Vilborg Másdóttir og ég 48 ára, 2 börn og 3 barnabörn. Og frá Akureyri. Ég heiti Tinna Sif Sigurðardóttir og ég 23 ára. Ég í sambúð, ég að vinna á sambýli og svo ég að læra ferðamálafræði við Háskólann á Hólum. Í liði 2 unga krúttpar þáttarins. Ég heiti Valdís Eiríksdóttir, kölluð Vala og 20. Ég að vinna á póstunum þessari viku og svo ég að syngja svona til hliðar með skóla og í leikfélaginu Grímurnar. Já, og ég heiti Torfiður, ég 20, ég líka að vinna á póstunum og saman eigum við fisk sem heitir Alexander Blær og 2 mánaða og hann ennþá lifandi, ótrúlega en satt. Ég líka með þessi leikfélaginu Grímunum, þannig að við erum saman allan daginn. Í liði 3 ofurhressa parið, sem voru nú reyndar bara nýbyrjuð saman þegar við hittum þau. Ég heiti Hjörleifur Harðarsson, ég 40, öryrki og á 2 börn. Ég heiti Helga og ég 26. Ég í skóla í Sími að taka menntastofur. Ég á engin börn. Já, ég awesome. Já, hún svo sannarlega awesome, en það breytir því þó ekki að hún hafði aldrei áður farið á skíði. Fæddur uppalega Akureyringur, ég hef aldrei farið á skíði. Skammast því? Já. Já, ég náttúrulega, ég var upp í Hlíðarfjalli ábyggilega frá því ég var 2 ára þar til ég var svona 14 ára. Því pabbi var að vinna hérna, þannig ég alveg upp hérna í brekkunum, sko. Síðast þegar ég fór á skíði, það var þegar ég var 14 ára gömul. Og þá festist ég í stólaliftunni, þannig að þá þurfti að stoppa hana svo ég gæti farið úr liftunni efst uppi. Já, það nú eitthvað styttra síðan ég fór á skíði. Ég held ég hafi nú bara farið í fyrra eða eitthvað svoleiðis. Þá var ég reyndar á bretti, en ég mjög spennt fyrir að prófa að fara á skíði aftur. Ég hef búið að langa til að fara á skíði lengi. Sko, væntingarnar eru svo gott sem engar. Síðast ég fór hérna upp í fjall, þá datt ég úr skíðaliftunni. Eina reynsla mín af skíðum að fara niður þessa brekku hérna. Fór á flatt, datt og mitt í mig hausnum. Það eru konið með töfrateppi, sívinsalega beittur oft á mig og meðan við skíða hæfileika ykkar að ykkar eigin sögn, þá held ég að það sé best að byrja hérna. Fyrsta þrautinn og fyrsta leiðin til þess að fá stig að skíða aftur á bak niður þessa brekkur. Alveg róleg, skilur, ég með vandræði að komast áfram, sko. Ég ekki búin að þora að fara á skíðin ennþá. Þið getið æft ykkur allavega fyrst. Það má ekki fara með stafina í töfrateppið. Sýnið okkur hæfileika ykkar.
Ég stressuð. Vægast sagt. Walks further down the street with the brim pulled way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Sko, mér líst mjög vel á þetta því að þetta verður engu vittlausar heldur en að ég fari beint áfram. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm going to die. Og öllum tókst þeim að renna sér aftur á bak á skíðum, reyndar nema Helgu, en það nú svo sem skiljanlegt, en það var þetta í fyrsta skipti sem hún fór á skíði. Að því ykkur gekk svona ótrúlega vel í töfrateppinu áðan, þá ætlum við að færa okkur upp á næsta level. Það svo tóglifta sem maður situr hérna og fer alla leiðina upp. Stigi sem í boði þar, það 5 stig fyrir að leiðast niður brekkuna. Fyrsta verkefni, koma sér í næstu lyftu. oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me and let me be your man. And please say to me you let me hold your hand. And let me hold your hand. I wanna hold your hand. Nakin komstu inn í hugan heiminn minn og þér virtist líka þar. Ba, ba, ba. Reykinn á Lóreyja vængjum, þú varst á réttum stað. Já, ok, nú get ég ekki lengur, nú er ég Og krútparið stendur svo sannarlega undir nafni og nú reyndar varla hægt að krútleira en þetta. Og næsta verkefni þannig að þið fáið bara núna 40 mínútur í frjálsan tíma og þið eigið að taka frumlega ljósmynd. Þá erum við að spreyta ykkur á skíðunum og það náttúrulega, við erum búin að fara hérna í nokkrar brekkur og þið erum búin að standa ykkur frábærlega. En við eigum eftir að prófa 20 viðbót hérna í fjallinu. Annað töfrateppið á brettinu og þið þurfum að taka ótrúlega svona svala snjóbrettamynd af ykkur. Aldrei farið að bretti, já. Ég á ekki búin að standa á þessu. Þetta verður eitthvað. Mér líður eins og sem á heimavelli núna. Ég reikna með því að detti allavega niður. Með nokkra marbletti en fleiri brosað baki fórum við úr snjóbrettunum og yfir á gönguskíðasvæðið í Hlíðarfjalli. Þar var liðunum stillt upp í hraðakeppni og keppnin var einföld. Sá sem færi ákveðna vegalengd á stysta tímanum fengi 10 stig. Eftir útiveruna í Hlíðarfjalli var staðan í leiknum þannig að Vala og Torfi annars vegar og Tinna og Vilborg hins vegar voru jöfn með 35 stig, en Hjörleifur og Helga voru með 25. Tinna og Vilborg áttu svölustu myndina á bretti, Helga og Hjörleifur tóku frumlegustu myndina í fjallinu og Torfi sigraði í gönguskíðakeppninni.
Og hópurinn fekk ekki langan tíma til að jafna sig eftir ævintýrið í fjallinum. Heldur var brunað beint í sund þar sem næstu 3 þrautir voru lagðar fyrir. Þá erum við komin í sundlaug Akureyrar og hér eru 3 verkefni og ég ætla að segja ykkur við öll. Í fyrsta lagi þá veljum við flottustu sunddífuna. Í öðru lagi þá veljum við flottasta samhæfða dansinn niður Guðlaðarbrautina. Og í þriðja lagi þá veljið þið fulltrúa í ykkar liði til að keppa í kappsundi. Hver fer lengst, hann vinnur. Byrjum á dífunni. Lollipop with a Peggy Sue, good golly, Miss Molly was even there too. Well, splish splash, I forgot about the bath. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I was splashing and a splash, reeling with the feeling, moving and a grooving, rolling and a strolling. Sundferðin breytti reyndar ekki miklu í stigakeppninni þar sem að liðin skiptu stigunum bróðurlega milli sín. Hjörleifur átti bestu dífuna, Tinna og Vilborg áttu besta samhæfða dansinn niður rennibrautina og Torfi sigraði í gufunakeppninni. En næst lá leiðin út að borða. Þá erum við komið sem sagt á veitingahúsið Strikið hérna með útsýni yfir pollinn og dásamlegheit og nú er auðvitað komið að næstu þraut, ég veit eru þreytt og svöng en fyrst þá ætlum við að fara með ykkur í smá keppni hver býr til besta kokteilinn. Á Strikinu kenndi Kristján Atli vaktstjóri liðunum að gera hinn fullkomna mojito-kokteil. Liðin lögðu sig öll fram við að ná hverju einasta smáatriði og það var því erfitt verk fyrir Kristján að velja sigurvegara. Við ætlum að dæma kokteil út frá því hvernig hann er gerður, vinnuaðferðir, hvernig hann smakkast og sjálfsögðu útlit. Jæja, við byrjum alltaf að dæma drykk nr. 1 og sjáum hérna að það er svolítið mikið að lögum á því. Það er náttúrulega frekar kostnaðarsamt fyrir staðinn ef við erum að reyka veitingastað eða skemmtistað. Það var smá suppuskapur í honum, hann sullaði sykri hérna á brettið og annað. Drykkur nr. 2, hann er mjög svipaður eins og allir hinnir og allir mjög góðir. Það smá vinnubröð voru ekki alveg svona upp á það besta, bæði vinna með hnífinn og annað slíkt sko. Drykkur nr. 3, það var líka smá suppuskapur þar í gangi. Þessi vinnan í brett og annað slíkt sko. Ég myndi segja að drykkur nr. 3 væri svona bestur upp á að smakka. Það væri svona besta bragðið. Mætti verið meiri sykur í honum en annars var þetta svona heilt yfir mjög hnífjaft sko. Þar með tóku Torfi og Valdís fram úr hinum liðunum í heildarkeppninni og voru komin með 10 stiga forystu. Við tók dásamleg máltíð á Strikinu og það veitti ekki af. Það hefur gengið bara ágætlega. Ég er svo sem, mér finnst hún hafa gert meira heldur en ég í þessum þrautum. En það er alltaf, hún gengur fínt hjá henni. Ég bjóst ekki við því að geta staðið mikið sko. En síðan bara kom þetta er bara greinilega bara eins og að hjóla sko. Þannig að ég hugsa að það sé eiginlega það sem að stendur upp úr sko. Hvað það var ógeðslega gaman. Herðu, ég ætla klárlega að fara aftur að skíða því sko. Það er bara þannig. Af því ég er fokk góð í þessu. Ég bara vissi það ekki af því að ég hafði ekki pröfað. Mér finnst það mjög gaman. Ég hefði aldrei farið aftur á skíði eða bretti eða neitt. Mér finnst það ótrúlega gaman og brettið höfðaði mjög vel til mín sko. Það gekk hrikalega í dífunni. Ég var rosalega flott og svona fótboltafaggstífi í hausnum á mér sem að ég endaði bara í bodyslammi þannig að það var ekkert flott. En ég vann gufunakeppnina sem gleði mig og ég veit nú ekki heldur með synchronized dancing en ég vona að við munum það líka. Því að mér langar vandræðilega mikið að vinna þetta. Ég held að við getum alveg halað inn einhverjum aukastigum í kvöld. Við lumum á ýmsu. Hópurinn rölti allur nokkur skref frá Strikinu yfir á eitt besta tónleikastað landsins, Græna hattinn. Þar lék stórsveitin Dætra synir fyrir dansi. Liðin fengu þetta ekkert að fara í pásu, keppnin hélt áfram og fengu liðin að vita að valinn yrði besti áhorfandi kvöldsins, sem var reyndar ekki eins góð hugmynd og hún hljómaði upphaflega.
þrátt fyrir það, þá buðu þau þeim upp á svið og við tók einstök keppni besta dansara bandsins undir laginu Hrein mey frá Heimaey. Já, hún var hrein mey frá Heimaey, já, hún var hrein mey frá Heimaey, já, komdu hérna hreina mey frá Heimaey, já, hún var hrein mey frá Heimaey, Vestmannaeyjarnar, ó já, hrein mey frá Heimaey, við ætlum á ball og ég set á hana pressu, elsku vinnan ætlaru að vera í þessu litla. Það voru síðan tónleikagestir á Græna hattinum sem fengu það verkefni að velja sigurvegara. Stuðningur við Torfa var ótvíræður og fórustan á toppnum þar með tryggð. Tinna og Vilborg voru bestu áhorfendur kvöldsins og lönduðu með því 10 stigum. Torfi og Valdís fóru því að sofa vitandi að þau varu með flest stig í keppninni eða 55, 10 stigum meira en Tinna og Vilborg, en Helga og Hjörleifur ráku lestina með 35 stig. Og þar með hafið þið það. Svona stóðu leikar eftir fyrsta daginn, 65, 55, 35. Hvað segið þið, Helga og Hjörleifur? Það var aðalatriðið að hafa gaman af þessu. En Tinna og Vilborg, þið sögðust eiga eitthvað inni þarna kvöldið. Voruð þið orðnar sannfæra að þið ættuð fullt eftir? Já, ég myndi segja það. Já. Enda sýndi það sér við. Klikkuðum ekkert á því. En þið, hvernig leiði ykkur að fara á kottan vitandi að þið væru með fórustuna? Voruð þið bara búin að landa sigri? Svona nokkuð veginn, Já. Fórum út að sofa, við fórum að taka myndir, við fórum að safna bónustigum. Eru þið sannfærð að ykkur hafi gengið vel í bónustegunum ef við byrjum bara Helga og Hjörleifur? Ég veit að við fundum engan Jón, sko. Merkilegt á Íslandi að finna engan Jón til að taka mynd af, sko. Já. Svo það er náttúrulega ekkert rosalega auðvelt að finna kannski endilega kindur svona miðað vetur. En Vilborg og Tinna, eitthvað gekk rosalega vel í bónustegunum, eða ekki? Jú, við vorum svona frekar duglega að taka myndir. Já, við náðum þeim held í flestum, sko. Já, lögum okkur fram við þetta. En ég get þá allavega sagt ykkur það að þið náðuð öllum stigunum í ljósmyndakeppninni. Glæslegt. En Vala og Torfi, ég veit að þið fóruð auka. Þið lögðuð ykkur svo rosalega fram við þetta. Hvernig fannst ykkur bónuskeppnin ganga? Mjög vel, þetta var bara frumleiki alla leið, held ég. Ég held að við redda öllu, meiri segja þegar við fundum ekki kindur og norðurljós og svoleiðis. Það eru bara að leita á stöðum þar sem þú finnur vanalega ekki norðurljós. Og það gekk svona þrælvel þegar þið voru líka með fullt úr stiga eftir bónuskeppnina. Sem þýðir í rauninni að þegar við leggjum saman dag 1 og bónusstigin, að þá munar bara 10 stigum á þessum liðum sem urðu svona, kannski, svolítið aðalkeppinautarnir.